Útsalan í fullum gangi, bjóðum jóð og djós. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Við ætlum að bregðast út á vananum í þessum þætti. Þess vegna erum við úti. Við ætlum að kíkja á Austurlandið og knattspyrnulífið þar sem mikið og öflugt. Við ætlum að byrja og ræða með Bjart Aðalbjörnsson Einherja á Vopnafirði. Bjartur, nú svolítið það að minni svæði eru að sameina stundir einu liði en þið hér á Vopnafirði, þið eru með ykkar eigin lið, Einherja. Já, og verið það frá árið 1974, svona með örlitlum hléum og þetta hefur komið upp og umræða og kannski núna í seinni tíð meira þegar það hefur svona hallaðandi á fæti hvað varðar mannfjölda og svoleiðis á staðnum að sameinast, en við erum svolítið einangruð hérna 1,5 tími í Egilsstaði og lítið að sækja knattspyrnulega séð hérna norður á Bakkafjörð og Þórshöfn, svoleiðis að það kannski litlir möguleikar eins og staðan er núna að sameinast. Þá líka þýðir það upp á það að þá er liðið á sama staði í sama bæjarfélagi og það hlýtur að verða meiri samheldni í svoleiðis liði. Jú, það gefur okkur rosalega mikið að stilla saman strengi í kringum klúbbinn, kringum þetta félag og menn náttúrulega klæða sér stoltir í Einherjatreyjuna því að það er mikil saga sem fylgir henni. Nú tímabilið búið, hvernig metur þú tímabilið? Hvernig leggst það í þig? Já, þetta var svona upp og ofan. Við með smá heppni þetta hefði getað verið hérna í baráttum að fara upp. Við vorum ekki nema 4 stigum frá því að fara upp eða frá toppsætinu og þetta var jöfn og erfið deild og náðum í fá stig á útivelli og það var kannski það sem varð okkur að falli. Og þetta hefur kannski verið svona saga okkar undanfarin ár. Þetta var búin að vera helvíti mörg ár hérna fastir í 3. deildinni og vanta svona herslumuninn upp á það að komast upp. En Einherji er lið sem gerir alveg tilkall til þess að vera í annarri deild. Já, og við höfum reynt að stilla því í hóf hversu marga aðkomumenn og útlendinga við sækjum. Við höfum verið með að fá nokkra útlendinga og þeir hafa verið að setjast hérna að og eru orðnir Vopnfirðingar. Svo höfum við verið að fá svona tengdar sinni Vopnafjarðar, stráka að norðan sem hafa fundið sér konur hér og eru að spila með okkur. Og við höfum vantað svona aðeins upp á að fara upp en það hlýtur að koma að því. Það er auðvitað erfitt þegar liðið æfir ekki saman allan veturinn og hittist bara í leikjum í Lengjubikar og bikar á vorin. Og á síðan að fara að æfa saman og þá náttúrulega smellur þetta fyrst saman í lok maí og byrjun júní. Hvernig gengur það fyrir ykkur að safna í mannskap? Gengur það alltaf vel? Því að það er alltaf sama umræðan hvert haust sko og hvernig er staðan fyrir næsta sumar og það er bara eins núna. Hver er alltaf að vera áfram, hver er alltaf að breyta til og það er náttúrulega blóðtaka fyrir okkur þegar leikmenn eru að fara, leikmenn sem vilja spila ofar og fara í lið í annarri deild, 1. deild eða úrvalsdeild því að þeir vilja ná ofar. Strákar sem eru uppaldir hér, við erum með 3-4 stráka í deildum fyrir ofan okkur sem við vildum alltaf hafa hérna heima, uppaldar stráka. En við býðum alltaf á vonum að þeir komi heim til okkar sem förum aldrei neitt. En það er alltaf sama umræðan hvert haust, hvort að við náum í lið. En markmiðið er alltaf hjá stuðningsmönnum, leikmönnum, stjórn og þá þjálfara þegar hann er ráðinn hvert haust að fara í verkefnið. Hérna á Vopnafirði það er mikil stemming fyrir þessu og það liggur við að sé bara sama mæting á leiki hjá kvennalið og kallalið og það verður nú að teljast alltaf magnað. Já, stuðningsmenn okkar hafa vakið athygli og þessi heimavöllur er þetta þekktur fyrir að vera gryfja og við erum erfiðir heima að sækja og það er sama hvort það er meistaraflokki karla eða meistaraflokki kvenna eða 4. eða 3. flokki kvenna, þá er alltaf vel mætt á leiki og þau lið sem koma hérna, foreldrar barna í yngri flokkum, furða sér náttúrulega á þeirri rosalegu mætingu og offering á leiki hérna í yngri flokkum og það skiptir engu máli mitt hvort það er
kvenna eða karlabolti eða hvað það er. Það er rosalega sterk knattspyrnuhefð og áhugi fyrir knattspyrnu á Vopnafirði og verið alla tíð og ætlaði mikið rekja til góðs árangurs á 8. og 9. áratugnum. Það skilur eitthvað eftir. Þetta er náttúrulega það góða við íþróttir og góða við fótboltana, það getur bara sameinast heilt bæjarfélag og við sjáum það bara hér á Vopnafirði. Já, og þetta er náttúrulega auðvitað stærstu samkomunar hér á Vopnafirði yfir árið og á sumrin. Hér náttúrulega mæta yfir 100 manns yfirleitt á hvern leik. Hér hittist fólk og fólk sem kannski horfir ekkert á fótbolta dagstælega mætir hér til að hitta aðra og fá sér kaffi og Prins Ból og fara yfir málin og samgleðjast unga fólkinu sem að spila hérna og þess vegna þetta náttúrulega grátlegt svona að knattspyrnan hafi ekki fengið tilbaka frá sveitafélaginu þar sem knattspyrnan hefur gefið þessu byggðarlagi gegnum tíðina sko. Þessa rosalegu stemmingu og alla þessa viðburði og þessa gleðistundir og segjum bara að aðstæðan mætti vera betri. Heldur það vanti bara að fara upp? Heldur það komi þá? Ég veit það ekki. Ég er ekki viss um það. Ég held að fólk þurfi bara aðeins að kannski þarf það að bera okkur sama við aðra staði þar sem engin fótbolti er í gangi eða þar sem minni fótbolti er í gangi, þar sem fótboltin er ekki jafn stór hluti af samfélaginu eins og hér. Við höfum þetta er rosalega stór hluti af samfélaginu, Einherji, og ég held að það sé rosalega mikilvægt fyrir þetta byggðarlag að lifa og dafna að halda vel utan um þetta starf. Þess að segir, hér hittist fólk, hér eru viðburðirnir, uppbygging á svæðinu, hvað myndir þú vilja sjá? Já, það er náttúrulega byrjaði kannski að snirta þetta svæði aðeins, snirta aðeins í kringur svæðið og svo þetta náttúrulega sér maður fyrir sér í framtíðinni verði hér gervigrasvöllur þannig að setja að spila og æfa fótbolta allan ársins hring. Og auðvitað einhver aðstæða hér, einhverjir klefar við völlin, það væri rosalega gott. En ég held að mínu viti sé fjárfesting í gervigrasvelli skynsamlegast eins og staðan núna. Við tölum bara gervigras á Íslandi í knattspyrnu. Við erum staðsett þetta norðarlega, þetta krefst gríðarlega vinnu að halda við grasinu og það stundum dugir ekki einu sinni til þegar að veðrið spilar inn í. Einmitt, maður veit aldrei hvernig grasið kemur undan vetri og völlurinn hér hann er yfirleitt tilbúinn fyrir fyrsta heimaleik sem er í lok maí. En við þurfum að spila alla okkar heimaleiki í Lengjubikar og bikar austur á Egilsstöðum og það er hundleiðilegt. Það myndi lifna rosalegu samfélaginu hérna á vormánuðum ef við getum spilað heimaleiki og ég tala nú ekki um þegar fleiri flokkar getur spilað heimaleiki en við getum haldið fótboltamót og svoleiðis. En já, grasið er erfitt meðhöndlunar hérna norður í Ballarhafi. Það hlýtur að vera bæði erfitt að vera ekki með klefallir sem búið til klefastemmingu og það hlýtur líka að vera erfitt að spila heimaleiki ekki heima. Sérstaklega þú veist að þú færð áhorfendur á völlinn hér heima. Já, það er eiginlega grátlegt sko að spila stundum stóra bikarleiki austur á Egilsstöðum þó svo að Vopnfirðingar séu duglegir að mæta yfir. Þetta er 1,5 tími í keyrslu og það væri mun skemmtilega að geta spilað þetta heima og eins með náttúrulega klefa og klefastemmingu hérna við völlin fyrir og eftir æfingar. Það auðvitað breytir svolítið hérna og strákar sem hafa farið hérna og spila annars staðar. Ég hef nú spilað allar með meistaraflokksferil hér. Þeir tala náttúrulega um það að það breytir rosalega miklu fyrir liðið að hafa búningsklefa til að fara í fyrir og eftir æfingar og þeir sem hlusta á þetta og eru vanir því þeir náttúrulega örugglega furða sig á því að þetta skulle ekki vera hér. Einherji, myndirðu segja að þetta væri gott lið fyrir unga leikmenn til þess að koma og sýna sig á svona? Já, og frábær hérna svona lyftistöng fyrir menn og stökkpallur að koma niður í þriðjudeildina í hérna þessa landsbyggðarklúbba og við náttúrulega eigum í rosalegum erfiðleikum með að vera í samkeppni við liðin á Eyjafjarðarsvæðinu sem eru kannski svipuð Reykja og við og hafa nú verið kannski að fara upp og niður hérna en þau eru að hirða annarflokksleikmenn og svoleiðis frá Þór og Káa og eiga náttúrulega mjög auðvelt með það. Þetta er náttúrulega bara eitt atvinnu- og íþróttasvæði Eyjafjörðurinn og við eigum erfiðara með þetta hérna og hefur verið mjög erfitt að fá unga leikmenn og fá Íslendinga til að koma hingað að spila. Þess vegna höfum við þetta sótt útlendingana en þriðja deildin og Einherji toppklúbbur fyrir menn til að koma sér á kortið.
eins og segir, þau geta svolítið unnið með leikmenn sín á milli, það stutt á milli liðana en það langt fyrir ykkur að sækja. Það kannski vegalengdin sem erfiðust fyrir ykkur. Já, þetta rosalega langt að sækja bæði leikmenn og náttúrulega æfingar ef við værum, og við erum náttúrulega með flest okkar, eða marga okkar leikmenn, þau voru flestir á Akureyri, nú eru þeir komnir margir hverjir í háskóla fyrir sunnan, einhverjir á Laugum, þetta svona dreift landið og við erum ekki beint miðpunkturinn, þannig að það erfitt og það dýrt ef við ætlum að fara að flytja leikmenn heim til að æfa og ef þeir eru að koma hingað að æfa þá erum við náttúrulega bara að fara í innanlandsfótbolta og útihlaup. En menn hafa auðvitað verið duglegir að fórna ýmsu bæði af sínum eigin peningum og tíma til þess að koma og æfa með liðinu og spila og svoleiðis. Hvernig myndirðu meta svona stöðuna á landsbyggða fótboltanum, við getum talað sem slíkan? Maður hefur heyrt að liða sunnan séu kannski ekki að sýna þessu alveg eins mikla virðingu þarna í þriðju deildinni eins og landsbyggðarklúbbarnir sem mæta með sín sterkustu lið suður. Já, við höfum fundið fyrir því þegar hvað ég segi, þessi nýlegu klúbbar að sunnan hafa verið að koma hingað að spila að þeir hafa ekki mætt alltaf með sitt sterkasta lið, það auðvitað mismunandi eftir liðum, algjörlega en liðin utan á landi mætu auðvitað alltaf með sitt sterkasta lið í hvern einasta leik. Það náttúrulega bara svo rík fótboltahefð fyrir á stöðum eins og Dalvík og Ólafsfirði og Vopnafirði og svoleiðis. Og það náttúrulega leikinni sem maður vill spila. Það þessi derbyleikir við þessi liðið mitt og Völsung og ég tala nú ekki um leikni í Fáskrúðsfirði. Og þetta eru leikinni sem maður elskar að spila. Það að fara á þessa útivelli og ykkar markmið á næsta tímabili, það hlýtur að vera að fara upp. Það alltaf sama markmið, það að fara upp. Það eins og ég segi, við vitum ekki hvernig mannskapurinn verður. Bara það í rauninni ekkert svo sem í hendi fyrir en bara einhvern tímann eftir áramót. Þá kemst þetta á hreint. Það eru leikmenn sem auðvitað vilja reyna fyrir sér annar staðar. Það eru leikmenn sem veit ekki hvort þeir ætla að halda áfram í fótbolta. En svo alltaf, við höfum alltaf ákveðin kjarna sem við byggjum í kringum. Yngreflokkastarfið, það mjög öflugt hjá Einherja líka, við tölum aðeins það. Já, við erum með mjög öflugt yngreflokkastarf og höfum alltaf verið með. Og fótboltinn hefur auðvitað verið aðalsportið á Vopnafirði í gegnum tíðina. Þó blakið sé að koma inn núna, en við erum að senda lið á mót í mörgum yngreflokkum og sendum lið til keppni í þriðja flokki kvenna í 11 manna bolta í fyrsta skipti í sögunni í sumar og stóðum í liðum og unnum lið miklu stærri lið eins og Káa og Þór og það virkilega ánægilegt að vita svona góðum efni við í yngri flokkunum. Þetta alltaf magnað þegar maður horfir á fjöldan sem býr hérna á Vopnafirði að það sé 11 manna lið í kvennafótbolta í fjórða flokki. Já, það bara hreint út sagt ótrúlegt og nú þarf bara félagið og sveitafélagið að hugsa vel til þessara stúlkna og svo þeirra drengja sem ætla að vera hérna og byggja upp alvöru starf hérna þannig að því að við vitum það alveg að það samkeppni leikmenn og við höfum fundið fyrir því bæði í karla- og kvennafótboltanum og ef þessar efnilegu stelpur í þriðja flokki fá ekki samkeppnishæfa aðstöðu og velvilja frá félaginu sem ég held nú reyndar að sé alveg örugglega til staðar, þá getur bara verið að þær leiti annað því að þær vilja ná langt. Sem leikmaður á landsbyggðunum, hvernig, þetta eru mikil ferðalög, þetta bara landsbyggðarleikmönnum í blóð borið að sitja í rútu? Já, við erum orðnir mjög vanir þessu saman hvort það er í fótbolta eða öðru, þá er maður mjög vanur því að ferða svona, en ég segi það ekki að maður kannski verður þreyttur á þessu þegar líða fer á sumarið og svona tímanir eftir verslunarmannahelgi þegar illa gengur kannski, þá er maður nú farin að hugsa vel til nóvembermánaðar og myrkursins. En þetta alltaf gaman og ferðalögin geta verið hrikalega skemmtileg. Ég tala nú ekki þegar menn fara tilbaka með 3 stig. Næstu skref hjá Einherja eru að fara upp. Við vonum að það gangi og þetta verða skemmtilegi leikir og það má búast við mikilvæg góðri stemmingu hér og verða að
að hvetja fólk sem að kemur hérna í heimsókn til þess að kíkja á völlinn og upplifa þetta. Já, algjörlega og menn hafa einmitt lið sem hafa verið að koma sunnan og leikmenn sem hafa verið að koma sunnan að spila hérna með liðum þaðan þegar hafa talað þetta. Þetta hrikalegur útivöllur og það var nú einn gamall einherji sem hitti gamlan Seyðfirðing sem var að tala þann daginn að það hefði verið ógeðslegt að koma að spila hérna á 8. og 9. áratugnum. Það hefði verið, áhorfendurnir hafi verið svo rosalegir, grimmir og svo var einn leikmaður á sunnan sem talaði einmitt þetta í sumar. Við værum með ógeðslega áhorfendur og við tökum því bara sem hrósi, við erum ánægðir með að það sé erfitt að koma hérna meðan gengur ekki lengra en það. Já, jafn góð mæting á karla- og kvennaleiki á Einherja, það algjörlega allir fyrirmyndar. En nú kíkjum við yfir í auglýsingar. Útsalan í fullum gangi, Jóð og Djós.